Já, komið sæl á leik Kára og Ella í fyrstu umferð þriðju deildar. Byrjunlið gestana númer 1 Hrannar Hlydal Þorvaldsson og númer 4 Eyjólfur Andri Sverrisson, númer 6 Óðinn Arnarsson, númer 7 Guðmundur Andri Ólason, númer 10 fyrirliðinn Pétur Óskarsson, númer 18 Aron Örn Þorvarðarsson, númer 21 Daniel Steinar Kjartansson, númer 23 Þröstur Sæmundsson, númer 25 Viktor Máni Róbertsson, númer 28 Nikulás Ingi Björnsson og númer 33 Gylfi Gestsson. Og liðið Káramanna í dag þannig stillt upp af Logi Mar Hjaltsteinn í markinu, númer 1, númer 2 Benjamin Mehic, númer 5 Gísli Fannar Ottesen, númer 9 Hektor Bergmann Garðarsson, númer 10 Mikael Hrafn Helgason, númer 17 Máni Berg Ellertsson, númer 19 Börkur Bernhard Sigmundsson, númer 22 Sveinn Svavar Hallgrímsson, númer 23 fyrirliði Óskar Vasilevski, númer 37 Axel Freyr Ívarsson og númer 57 Arnar Már Kárason. Varamenn Ellismanna í dag eru Gunnar Skeving, Guðmundur Árni Jónsson, Henrik Hermannsson, Bjarki Freyr Sigurðsson og þjálfarar eru Jakob Leó Bjarnason og Jón Steindór Þorsteinsson. Varamenn Káramanna eru Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, Tómas Týr Tómasson, Þór Lorentz Þórðarson, Kolbeinn Tumi Svinsson, Hilmar Halldórsson, Björn Darri Ásmundsson, Arnór Valur Ákusson og þjálfarar eru Aron Ímir Pétursson og Andri Júlíusson. Já, þá fer þetta bara best á hérna hjá okkur. Dómgæsla Reynir Ingi Finnsson og til honum aðstoðar eru Bjarni Víðir Pálmason og Benjamin Goralisha. Það er að vera vel spenntur hérna. Já, Káramanni er búin að vera hörkugóður á undanúrslitunum. Þeim spá fyrsta sæti samkvæmt Fótbolta.net. Já, það er rétt. Og Elliða spá falli. Já, það passar. Þannig að fyrirfram ættu að vera sterkari aðalinn hérna. Já, það er alveg rétt. Það finnur að það er stemming í höllinni líka. Já, fólk er að streymast inn. Já. Hvernig spáir þessu? Ég held að Káramann taki þetta 3-0. Með við undirbúningstímabilið eru Káramann búin að heilla með helling. Þeir eru búin að sækja nokkra leikmenn. Já, Óskar Vasilevski mættur, Þór Lorentz og Mikael Hrafn eru mættir til Káramanna. Þetta eru stór nöfn. Já, þetta eru stór nöfn. Hverjir skora? Hektor setur 2 og ég ætla að segja Mikael Hrafn 1. Já. Þá fer þetta að bresta á bara. Já. Ég ætla að biðja ykkur að fylgjast vel með Gylfa Gestssyni, númer 33 í Elliðaliðinu. Búinn að heilla mikið á undirbúningstímabilinu. Já, maður heitt góður hlutum hann. Já. Já, þá erum við bara alveg að vera klárir í þetta. Fyrsti leikur tímabilsins 2024. Svo er þetta líka í höllinni, Kári sko tapar valla í höllinni. Nei, maður er litlar ágjörðið en þar. Nei, það er alveg rétt. Þetta er alveg vígi. Já, þá er þetta að byrja. Dómarinn er vel heitur, ég sé það hérna. Hita vel. Já, maður hefur verið leikmaður. Hliðarskrifin, varnarskrifin. Já.
Kári í 4 manna, 5 manna. Sýnist að vera í 4 manna. Já. Þeir hafa verið í 5 manna í vetur, sant? Já. Þeir eru búin að vera held ég að æfa 5 manna með Axel í vinstri. Það geti reyndar alveg verið líka. Já, ég veit ekki þetta. Elli byrja sterkt. Boltinn fram. Pétur Óskarsson fyrirliðinn, keirinn. Það hafa góða gætur á honum. Já, hann góður sá. Svo var með góða vörn. Logi Hjaltestedt. Börkum mikið pláss. Þetta er skemmtilega gert. Þetta hafsenda bara Kára er náttúrulega reynslu mikið. Já, gríðarlega sterkt hafsenda bara og ég get alveg trúið því að þetta... Þeir pökku Íslandsmótinu í öðrum blokk saman. Já, þessi... Já. Þetta er vel spilað. Kármenn farnir í pressinu og, jú, það nelti burtu. Engans fyrir Kármenn. Já. Það sé samt strax að Elli ætlar ekkert að bakka tilbaka. Nei, þeir eru ekkert komnir til að... Þetta er rétti dómur. Elliðamenn eru bara mættir til að fá þetta 3 stig. Já. Pressan er ekki á þeim. Nei. Þeir koma pressalausir inn í leikinn. Mér minnir að hérna í fyrra þá tókuður okkur í höllinni. Já. Káralega er búið að breyta síðan þá. Já, það var sterkt. Það var bara hörkupressa hérna hjá Elliða. Kármenn er þetta að leysa. Mikael Hrafn er að spila nýja stöðu. Hann er búinn að vera í síðustu 3 tímabil í vinstri bakverði. Hann á hægri kanti núna. Kármenn halda bara í boltan. Þeir eru að stjórna leiknum, svona til að byrja með. Já, fyrstu 3 ár. Eins og við var að búast. Já. Mætti vera betri mæting í höllina. Já, maður hafði vonast fyrir fínni mætingu svona fyrsta leik eftir frábært undirbúðstímabil á Kármennum, sko. Það eru allir að horfa í að tíði bara. Herðu, þetta er bolti! Hrannar gerir vel í markinu. Þetta er málið í sörnunum, finna Mikael í lappir. Já, hann töfrar eitthvað fram. Já. Benni góður í loftinu. Gríðarlega. Þetta er vel leyst. Það er leysið vel úr þessu. Maður sé það að þetta Káralið er vel drillað. Aron og Andri er að drilla það vel. Já, það er búið að vera stífar og Alexander, hann glemdist að nefna hann á skýrsluna. Hann er mættur í þjálfarteimi hjá Kármennum. Góð þjálfari hefur maður heyrt. Herru, Sveits á með fínustu vörn. Góð tækling hérna hjá Gylfa Gestssyni. Ég hef búinn að segja þetta fyrir leik. Já, þú kannast eitthvað við hann. Hector gerir vel. Þetta er vel gert hjá Hectori. Þetta er svolítið uppfylgja á Kármennum, að finna Hector lappir og niður og svo í gegn. Hann er góður í þessu. Axel með fínan bolta. Fínasta vörð í öllamönnum. Liðin eru svona þess að þrefa okkur öðru í byrjun leiks. Já.
Máni með að boltinn fyrir út af. Já, þetta fínasta pressið á Kárumönnum og vinna boltan strax aftur. Þeir eru svona aðeins, við erum með það í köðlunum bara. Já, þetta eru fyrstu 5 mínútur búin að vera svolítið bara Kárumönnum með boltan. Það erum að nýta ykkur þetta hraðan í Axel. Já, öskufljótt deiningur. Hann leysir þetta vel. Já, gerir það. Góð verið hjá Benna. Engast fyrir Kárumenn. Vinnur Engasti. Já, virkilega vel gert. Það er bara rétt, ég sagði þetta hjá hann. Ellefu menn bara að pressa. Vel lokað hjá 11 mennum og þeir eru að sækja núna. Hann heldur hún inn á. Logi grípið þennan. Við erum að passa ykkur þessu. Þetta eru svona þeirra séansar. Já. Skyndisóknir. Axel gerir mjög vel. Sérðu? 1-1. Já, hann gerir þetta frábærlega. Þetta er vel gert. Já, Kárumenn eiga fyrstu hornspyrnu leiksins. Axel gerir vel og tekur. Já, hann á að gera þetta. Kæra menn. Fáir sem ráða við hraðan í honum. Já, það er alveg rétt. Máni með góðan bolta. Góðan bolta, hann flýgur yfir pakkan eins og var. Nær hann þessu. Hann nær þessu. Hector missir hann. Þá geta ellismenn sagt hratt. Sótt hratt segir maður. Það er alveg rétt. Já, þetta er gott. Vinnan fljótt aftur. Fólk er að streyma inn á völlinn. Já. Sér helstu eru að mæta. Já. Herru, Hector kominn í góða stöðu hérna. Axel róar þetta niður. Hector bara inn í boxi, sko. Já. Við erum að finna hann þar. Flest með koma hann. Brott. Þetta er skynsamlegt brott. Já. Stoppa Skyndisóknina. Já. Máni með þetta brott. Máni Berg 2007 er búinn að heilla marga á þessu undirbúningstímabili. Hann er að skora mikið. Já, hann er skorað á móti Þrótti Vogum í undanúrslitum Lengjubikarsins. Búinn að standa sig vel á undirbúningstímabilinu, strákarnir. Hector með hann. Lítið að vera þarna. Já, það var lítið í bóðu þarna. Já, það var ekki mikið. En eins og þú sér þá er Kárumenn mjög fljótur að vinna boltan aftur. Já, það er mikilvægt að halda svo í hann. Já, róa leikinn bara eins. Já. Það eru bara 8 mínútur búnar. Þetta er vel gert að lofa. Vel spilað á Kárumennum. Gísli vinnið hennan. Kári er bara að spila 4 manna vörn. Já, lítur allt út fyrir það. Maður bjóstu við með 5 manna. Já, með undirbúningstímabili þá held ég að þeir myndu koma inn í tímabili í 5 manna vörn, sko. Þeir eiga það inni þá. Eiga það í það getur verið að bakka upp hann. Vatnabrúnni. Já. En hér er allir menn með gott skot en beint og Loga sem gerir vel. Með hann. Svitsson var farinn í hlaupið. Hann var hættur við. Hann aðeins og langur þessi. Eitthvað. Hann vildi að hann væri fljótar að þessu sann. Já. Svo erum við með þvílíkar fallbyssur á bekknum líka. Já, við erum með
Þór Lorentz, rosaleg vinstri löp. Kolbeinn Tumi, hann getur sprengt upp leiki og skorað mikið. Hann skoraði nokkur hérna í æfingarleikunum. Já, Hilmar Halldórs. Hilmar Halldórs líka. Það ekki hann allir. Já, en Káramenn þessar fyrstu 10 mínútur eru búin að vera mun sterkari mun sterkari liði. Já. Við byggumst við því. Já. Snýstum að þólum að það bara. Kári Benni með langan. Þetta geðveikur bolti. Máni með inn í sendinguna. Fínasta bolti yfir á Börk. Já, og þeir koma á skyndisókninni. Þetta hættulegt. Já, þeir geta nefnilega sótt hratt. Það verðum að passa við svolítið á því. Já, annar boltinn á vellurum minna. Já. Og Mikael á Hektor. Svolítið seinna flaggið það. Já, svolítið seinna enn. Við treystum honum samt. Já. Sveinn með hennan. Já. Sterkur í loftinu hann Sveinn Svavar. Gríðarlegan stökkkraft. Já. Hann heldur honum inn á. Gerir það, en Káramenn kom með boltann strax eftir. Þetta lítur vel út, fyrstu 10. Þó við séum ekki að skapa mikið. Nei. Gott að vera með svona hafsend sem jafn góður á boltan og Óskar. Gríðarlega góður á boltan. Já, hann rosalega góður á boltan. Óskar er með báðar lappirnar sem mjög góður, vinstri og hægri. Já. Þetta gerir allega menn vel. Sækja hratt. Þeir eru grimmir líka. Já. Þetta skemmtilega gert hjá Daniel. Pétur með pláss. Inn í hættulegt. Óskar vel staðsettur hana og hreinsar þessi burtu. 11 menn komnar aftur eins og með boltan. Það er aðeins að býta frá sér. Já. Benni gerir þetta vel. Engast fyrir 11 menn. Já, þeir vildu hotni, hann var ekki farinn, sá það. Annað engast. Boltinn er svolítið útaf núna. Já. Og haldur maður sem er í leik. Þetta er vel spilað. Gylfi. Góð sendi á Daniel. Logi. Marksvinna. Það var fín sókn hjá Elliða. Já, það gerðu vel. Fínasti bolti hann hjá Daniel. Ég vilja reyndar sjá Lóa fara út í þennan. Já, það var mála því. Hann er sterkur í loftinu á Logi. Óskar góður í að finna þessar sendingar. Þetta er vel gert fyrir Óskar. Hektor missar aðeins frá sér. 11 menn vinna. Gerir vel að vinna hann aftur. Já, hann fljótur að vinna hann. Daniel bolti á Börk, fínasti bolti en Hrannar í markinu með þetta.
Einn langur hérna hjá Elliða. Já, þeir eru ekki mikið að spila út. Út frá vörn, nei. Benni gerir þetta vel. Þetta er fínt fyrir Kára, þeir eru öfluga skallamenn. Já. Þá er Mikkel farin af stað. Þetta er vel spilað. Þetta gerir Máni Mikael og Máni er að tengja vel hérna. Ekki brjóta. Fín vörn. Hörðu, hann dæmdi ekki. Mikael með skoti. Hann er með eitraðan vinstralöp. Já, hann er með gríðalega flóta vinstralöp, drengurinn. En eins og aftur þá er Kári strax búinn að vinna boltan. Og Óskar setur hann bara í gegnum Svein, sem er boltinn aðeins of langur. Þetta er góð hugsun. Þetta er alvöru pressa hjá Káramunum. Þetta minnir mann svona á Ten Hag bolta bara, þess að manni voru að spila. Vinna hann strax aftur og gaman að sjá þetta. En það er ekki loftið. Óskar gerir vel sterkur. Þarna er enginn. Þetta er hættulega. Benni með þetta. Benni gerir vel. Elliðamenn eru nefnilega gríðarlega sterkir. Já, þetta er mjög fysikal lið. Já, þetta er það. Gefa ekkert eftir, sko. Nei. Fint á myndjuliðina, við erum ekki að það komið almennilegt marktækifæri. Börki gerir vel. Benni gerir þetta vel, leysir vel. Kerðu bara. Kerðu. Sveinn er með flugbrotinu fyrir fram á sig. Hægir aðeins á sér. Þú vilt ekki gefa honum flugbrotinu. Þetta er brot. Þetta er brot, dómari. Þetta getur verið gott færi fyrir Kárumenn. Þar sem eru með góða skallamenn og spyrnumenn. Mikael með boltan og svo er Óskar og Benni í teignum. Erfitt að díla við þá. Já. Ég finn það á mér, þetta er mark. Hann finnur pönnuna á Gísla. Mikael með boltan. Þetta er góð bolti. Elliðamenn skalla frá. Ekki það langt en Axel er komið með hann. Fjær. Þetta er góðu bolti á Arnari. Já. Mikael ekki nóg að ákveðin hann í taka boltan og hann rennur út af. Fýtt bolti á Arnari. Já. Maður vill sjá þessa bolta þegar boltinn er skallaður burtu að setja hann á fjær. Því oftast gleymir varnarliðið sitt sér að elta manni þá. Já. Ásparkaði langt. Þeir treysta svolítið á það. Vinna fyrsta á seinni. Já. Þetta er vel gert til Mikael. Börkur komin í gegn. Frábæri vörn hjá Óðinni. Mjög góð tækling. Frábæri vörn. Þá sækja allir sem er hratt en Benni er. Vel gert til Benna. Benni og Óskar að byrja að leikinn mjög vel. Þetta er vel gert til Hauktari. Benni með hann, hörru, skjóttu. Þessi var leiðin í samskipti. Þá geta Elliðamenn sótt hratt. Daniel kominn á ferðina. Þetta er aðeins og langur bolti. Og Kárumenn er engast. Hektor er góður í þessu að halda manninum fyrir aftan sig, sko. Fær boltan í lappir og halda manninum aftan sig. Það er eitthvað mikilvægt að geta fundið hann.
Góður bolti hérna. Sveit sá hann næri þessu. Nei, hann næri þessu ekki. Vittu? Dómari til hennan vera að fara út af. Ég veit ekki hvort það var rétt, en hann sér þetta betur við. Við treystum honum. Já. Þetta er þriðji boltinn í röð sem er aðeins svo langur fyrir Já. Svein. Ætlaði að menn færi sig aðeins nær. Já, þeir eru að reyna að drepa aðeins tempó í leiknum. Þeir eru ekki að flýta sér á hlutunum. Þetta er eins og að vel spila. Virkilega spila. Hörðu. Góð vörn hjá Gísla. Virkilega góð vörn hjá Gísla. Þetta er náttúrulega gríðarlega ungt Káralið. Það er enginn fæddur seinna en árið 2000. Og þá er einn. Hann heldur þessi minn á. Nær þessu. Gera þetta vel, halda hann á síðasta þriðjung. Kárumenn færi bara boltan. Þá kemur hlaupið frá Mána. Gerir þetta vel. Virkilega vel spilið á Kárumennum. Þetta er mjög vel leist. Aðeins svo fastu boltið hann hjá Arnari. Mér sýndist að Máni líka vera í rangstöðunni. Þegar hann sendi hann. Þetta var vel spilað samt. Já. Það styttist í þetta fyrsta mark. Já. Þeir eru ekki mikið fyrir að spila út frá markmanni elliðamenn. Nei, þeir eru ekki að reyna einu sinni. Þeir hafa fylgst með pressunni hjá Kára í vetur og hún er svakaleg. Eins og ég sagði, það er svona Ten Hag pressa. Það gerir hann vel. Sveit sá með fínustu vörn. Hún að komast yfir. Þetta er vel leist. Káramenn bara róa leikinn. Þeir eru kannski ekki bollarnir sem hann leitast eftir. Þeir eru með stóra og staðilaða menn hann í öftustu línu, Elliði. Skoti. Þessi er yfir. Þessi var allan tíman að fara yfir markið. Má gera skjóta sko. Þá er eitt langur frá Gísla. Já, vinnur seinniboltana, þetta er gott. Börkur með pláss. Herðu, þetta er brot. Hann dæmir brot á þetta. Hann er á hreyfingu boltinn. Logi gerir vel, mættur út úr markinu. Stoppa leikinn núna. Já, höfuðmeiðsli. Hann verður að stoppa þetta á... Káramenn ekki sáttir. Hann verður að stoppa þær höfuðmeiðsli. Já, það er rétt. Hér er
Þeir vilja Það er að færa smá hiti í leikinn, sko. Já, 11 menn vilja meina þeir eiga boltan en mér sýnst Kári eiga þennan boltan. Allar að gefa þeim hann. Nei. Það með að íta aðeins ofar. Ef þú horfir á sóknar uppstillingum þá er þess að séu í 3 manna Kárumenn með Gísla, Óskar og Benna í vörninni. Já. En hér er Sveitsvámur góðan kross og... Þetta er frábærlega gert hjá Sveinsváar. Börkur nálægt í að skora. Mjög nálægt í en Hrannar í markinu nær að komast í þetta. Honum hefur ofta verið líkt við hans eins og köttur í markinu, Hrannars. Sást það þarna. Stökkur eftir í honum. Fljótur út. Já. Óskar með nógu pláss fyrir fram sig. Ætla að koma ekki diagonal bolti núna. Nei, í lappir. Þetta er vel spilað. Axel. Mikilvægt að vilja fá Axel í hlaupi þarna, sínu heyrðis mér. Já, hann má alveg ítu. Já, við erum með nógu munn tilbaka, sko. Þetta er það sem við erum að leitast af. Setja hann á Hektor tilbaka og svo er þetta bara í hlaup í gegn frá kantmönnum. Já. Og þarna vantar bara akkurat hlaup frá Axeli. Og Óskar er að finna þessar sendingar upp í Hektor. Svo er líka sérplássu sem Axel er með hann hinum minn. Einn diagonal skipting bara. Góð bolt var Gísla. Axel næri þessu. Keyrði bara á hann. Bara þetta bara einn og einn staða. Hann róar þetta. Vel spila bara einn að setja ekki fótbolti hérna hjá Káramönnum. Já, þeir eru... Skemmtilegt að horfa á þetta. Þetta lítur vel út. Já. Viljum bara fá mark núna. Svo er við yfir. Nóg pláss innum fyrir Axel. Já, ég vil sjá þennan bolt að fara á Axel. Þarna kemur boltinn sem við erum búin að bíða eftir. Hann næri þessu. Keyrði bara inn á tegin. Kemur við krossinn. Mikael með skotið. Þessi var á leiðinni fyrir samskiptin. Máni, hann getur skotið. Finnur Sveinsson út á kantinum. Hörðu. Þetta lítur ekki vel út. Stoppa leikindómari, þetta lítur alls ekki vel út. Úff. Þetta lítur ekki vel út. Ég veit ekki hvað maður að segja við þessu. Vonum að þetta sé ekki eins alvarlegt og lítur út fyrir að vera. Já, allan þessar fyrstu 30 mínútur eru búin að vera svona frekar róluleikur, myndi ég segja. Kárumenn er að reyna að ógna. Þetta er verið þéttið tilbaka. Já, mjög þétt lið nefnilega. Geta breyka á skyndisóknum, sko. Þeir geta sótt rætt. Kári þarf að passa þess á því. Já, við vonum það besta fyrir hann Daniel Steinar. Já. Hann er búinn að vera sprækur í leiknum. Hann er búinn flottur. Hann stendur allavega upp. Það er jákvæmt. Ég er nú ekki alveg viss hvort hann muni halda áfram. Nei, ég held að það sé enga líkar á því. Já, vonum þetta sé ekki einhver krossbanda vesen, það er ekkert grín. Kárumenn vilja meina þeir eiga boltan en ætla menn alltaf ekki að gefa þeim tilbaka. Það verðist nú alltaf að harkið af sér.
Já, með við hvað þetta leit illa út í byrjun, þá held ég ekki að þetta væri... Það eru fáir harðari heldur en Daniel Steinar. Já, hann virðist verið alltaf að koma aftur inn á. Já, hann er klár. Já, og hér lappar hann inn á völlinn. Já, Káramenn er með góða pressu. Þetta er gott að sjá. Óskar finnur að þessa bolta mjög oft og gera það vel. Já, hann er... Finnur á milli Svo má lína. hann skipta yfir núna. Eins og hana. Fínastu hugmynd hjá Hektori. Já, hér kemur Daniel. Þetta er hættulegt. En Benni með þetta coverað. Ætlaði mann vinna fyrsta boltan og seinni boltan. Kári vinnur hann strax aftur. Það má segja Kári sem er fullt kontról á þessum leik. Já. En lítið að ógna markinu samt. Já, ekki nóg eins og við vorum að búast við fyrirleik þannig séð. Það er boltinn. Þetta er galopið. Sveitsa með ekki nógu góðan kross í þetta skipti. Nei, má taka touchið hann bara. Já. Eins og Andri segir, taktu touchið. Og þá var þetta svona 5. útsparkið hjá 11 mönnum. Allt hérna í áttastúkunni. Ég fíla þetta ekkert að vera að spila neitt svona út. Og þetta þetta bara. Já, já. Ég hugsa svona með hvernig leikurinn er að spila þess að Elli séu sáttir að þeir ná stíi hérna. Já, ég held það líka sko. Þeir eru að hægja svolítið á leiknum og... Já. Það er grín að mæta í Akranshöllin á spilum móti Kára sko. Nei, það er bara... Líka það sem þeim er spáð fyrstsætinu. Já, það er... Þá held ég að Elli er bara meir en sáttir að taka stíg hérna frá. Já, og Elli er spáð falli, þannig að... En það er nóg eftir. Þetta er vel gert þessu einn. Vilja negla þessu hratt þarna, Mikael með boltan yfir á Axel. Já. Ætlaði menn vinna fyrsta boltan og seinni boltan. Svo er Arnar Már klár. Arnar Már er frábær í þessu. Þessi við viljum kannski meina svona Ríksjö-jobbið. Já. Vinnur alla... Hann gerir skítaverðunar fyrir aðra. Já. Gerir þetta vel. Þetta er svona Casemiro-týpa. Já, þetta er svolítið þannig. Algjör tökur í honum sko. Þessi endar út af markspyrna fyrir Elliða. Ég er allan ekki að ljúga en ég var að búast við meira fólki í stúkunni í dag með að við frábært gengi Káramanna á undirbúrstímabilinu. Já. Og spáð svona góðu gengi á komandi tímabili, þá var ég að vonast fyrir fleiru. Á föstudegi líka, þetta er stemming sko. Já, geggjuð tímasetning. Taka leikinn og fagna sigri og útgerðin eftir það. Og Kári er aftur komið með boltan. Já, pressi á elliðismönnum. Hektor gerir vel og Kári á þennan boltan. Kári á þennan boltan. Þetta er hárrétt. Þetta er hárrétt. Óskar gerir vel. Óskar er gríðilega öflugur leikmaður. Já, hann gæti auðvitað að vera að spila í
deildin fyrir ofan. Já. Hann í geði. Þannig við erum bara þakklátir fyrir að hafa hann í KR. Já, mjög. Vonandi bara kemur hann okkur upp í aðra deild. Og heldur áfram að spila hér. Já. Ekki nú fyrst sendingarni hjá Svein. Það reddast. Já. KR-menn ekki að finna nógu góðar opnanir samt. Ellið eru gríðarlega þéttir. Sveinn Svavar með gríðilegt pláss hérna. Plássið út á vængjunum. Benni sér það. Þetta frábær bolti. Hann má aftur hann að bara taka touchi. Já, ég vil samt taka touchi hann og ég vil bara keyra á hann. Þetta keyrir Pétur Óskar vel og vinnur boltann af Benna. Þetta er skemmtilega að spila hjá allega munum. Nikolás með boltan inn í hann, Gísli fyrstur á hann. Hann fær ekki við loftið. Logi vinnur hennar bolta. Þetta er vel gert til Loga. Já, ég vil sjá þetta líka á hann þegar kom cross. Bara fara í hennar bolta, hann er að fara að vinna. Þú varst að biðja þetta. Sveinn Svavar með pláss fyrir fram að sig, setur hann á Mána. Þá róaði KR-menn aftur niður. Skipta. Þarna. Þetta er galopið. Það var í gríðarlega sterkt að ná einu marki inn fyrir hálfleik. Já. Óskar gerir vel. Sveinn Svavar þetta breytna við staða. Já, hann gerir frábærlega. Hoppar hann. Á Mána. Mána með skoti en þetta er rétt yfir hjá Mána Berg. Vel gert hjá Sveinn Svavar. Þarna tók hann touchi og kerði á hann. Já. Þetta er það sem við vorum búin að bíða eftir. Gott tækifæri hérna hjá KR-mönnum. Líklega hættulegast tækifæri þessum leik. Já. Mána með skot rétt yfir. Máni er góður að finna sér plássi inn í teignum. Hann endaði búinn að skora helling í vetur. Já. Búinn að taka gríðulegum framfæri drengurinn. Já. Já, þessi endar í engast eins og ég er búinn að gera margótt áður. Já, þetta er svolítið... Ég held að keeperinn þeirra sé ekki búinn að senda eina sendingu. Hann er bara búinn að sparka langt. Sér plássið sem Sveinn Svavar með hérna núna. Þetta er gríðalegt pláss. Ef að Benni myndi sjá þetta núna og... Benni sér Axel, hérna. Flott skipting hjá Benna. Fara á hann. Axel gerir vel með skotið. Þetta er vel gert hjá Axel. Já, hotspinnu fyrir KR-menn. Við viljum sjá meira af þessu. Já. Axel bara keyra einn og einn. Það eru fáir sem að ráða við það. Máni með spyrnuna. Ætlaði menn. Þeir eru gríðarlega sterkir í loftinu. Já, þeir eru það. Þeir hreinsa. Já, KR er búinn að vinna boltann aftur. Þeir eru snöggir að vinna hann eftir að þeir tapa honum. Það er jákvæmt.
Já, 11 á þennan bolta. Ég held að það var rétt við það. Það er dómarinn þarna. Strax búin að vinna. Og Sveitsáar farin bara. Þetta með. Frábært touch. Þetta er brot. Þetta er brot, dómari. Já, hárrétt. Brot fyrir Káramann á gríðarlega hættulegum stað og fyrsta gula spjald leiksins á Daniel Steinar. Ég get sagt þér það að Mikael er að fara að taka þetta. Já, ætla skrúan ekki upp í samskiptin á. Það verður að teljast líklegt. Það finnst þér líklega að hann setja hann inn í? Nei, ekki þessu færi. Hvað er þeirri kvart undan núna, ætlaði menn? Þetta var alltaf brot og gult spjald, myndi ég segja. Já. Hann var kominn fram fyrir hann, steig inn í hlaupalínu og hann bara tekur hann niður. Já, allan að með þessa löp sem Mikael hefur, þá ætti þetta að vera hættulegt skotfæri fyrir hann. Já, þetta er alltaf marktilraun. Þetta er reyndar svolítið utalega. Já, þetta er... Mikael með spilnuna. Varnarvagurinn tekur þetta og hættur þetta annað en Káramann fyrir hótspinnu. Nálægt að... Sýndist mér ekki að Benni væri nálægt að ná þessu bolta. Held það. Mátti ekki miklu minna hana. Nei. Káramann taka það stutt. Þetta er beint af æfingarsvæðinu. Arnar Már svo með hann fjær. Hektor vinnur hann. Gerist ekkert úr þessu. Þá kemur einn langur. Ætli þessi endi ekki í innkasti eins og flestir þessi boltar. Káramann er að gera vel að vinna fyrsta og ekki leyfa þeim að gera vel með annan boltan. Sjá Benna. Sterkur háttan Benni. Herðu því. Þetta getur hættulegt. Gísli gerir vel. Arnar framlengir. Máni gerir vel. Þetta getur verið gult spjald. Heyru, brjálar ellegarmenn og vilja meina að þetta sé ekkert brot. Það er hitti að koma hitti í þetta. Jú, ég held ekki alveg verið... Við elskum það. Það er alltaf hitti þegar Kári spilar þetta. Sérstaklega inn í höllinni. Já. Þetta var alltaf brot. Já, ég veit ekki hvað þeir voru að... Nei, hann er hérna alveg klippir hann niður. Herðu. Hættulega bolta þarna. Smá einbeitingarleysi. Það var 11 menn að sækja. Geta þær haldið eitthvað aðeins í boltinu hérna. Helviti hættulega þarna. Herðu, ískaldur. Gerir þetta vel. Býttu að sjá Axel taka hana. Þetta er skemmtilegt. Fara á hann. Herðu. Axel gerir vel. Skjótt þessu drengur. Káramann í pressu. Hættuleg sending tilbaka. Þú sér það að Kára-pressan, maður skilur alveg okkur þeir sparka. Já, maður gerir það alveg. Engast á... Ellegarmenn getur sótt hratt núna. Daniel er farinn. Þá kemur boltinn en Logi Hansson með þetta. Það var inn. Þarna, þetta er góð bolti.
Þetta góð vörn. Ætla hann bæta ykkur við þetta? Nei, sýndist hann vera... Hann kíkir á klukkuna. Það var hlautið það bara. Hann leifur þessu að halda þess áfram. Já, kannski út af meiðslunum við viljum á. spila. Ætlaði menn gera þarna vel. Það var 1-1. Þetta er brot. Já. Það er hægt að færa rauk fyrir því að þetta sé brot. Já, já. Þetta er væntanlega síðasta spyrna fyrir hálfleiksins. Jú. Elliðamenn eru nefnilega... Við förum ekkert að fá okkur mark núna. Nei. Þeir eru sterkir í föstu leikaddurum, elliðamenn. Já, við nennum því ekki. Þá kemur spyrnan frá Danieli. Sveinn Gert hjá Svein. Já, gerir vel. Já, Máni gleymir hans boltanum hana. Það gerist. Kemur fínu til bolta en Gísli með til burtu. Skal segja Gísla. Þá kemur skotið. Hörru, þessi er rétt framhjá. Var það þetta? Herru, hann verið þetta. Frábælega varðið á loða. Já, vel varðið á loða. Hanna. Gott skot hjá Guðmund Andra. Það var hættulegt fari. Já, hann er að bæta miklu við þetta. Já. Það er bara burtu með þetta. Ekki drugg fyrir hálfleik. Kemur spyrnan. Nei, þetta er ekki... Þessi var... Þá flautar hann til hálfleiks. 0-0 í hálfleik. Ekki mikið að gerast en Kári mun sterkar aðalinn, sant? Já, við vonumst til að fá sterkari, skemmtilegri... Já, fjöruri seinni hálfleik. Já, herru. Við ætlum að kíkja í smá kaffi. 10 dropa á jafnvel. Og komum aftur með seinni hálfleikin. Yes.
Já, verið velkomin aftur hérna í seinni hálfleikinn. Við glemdum að kynna okkur áðan strákanir, en ég heiti Kristófer. Ég heiti Ingi. Vorum að drífa okkur svolítið að lesa liðin, eða Kristó var að drífa sig. Já, og komum svolítið seint líka, vorum í mat hjá Hlina B. Vá, litla pítsan maður. Þetta besta pítsa sem ég fengi, ever. Og líka Hrefna Rún, góð pítsa. Hún var líka í Ég held að hún hafði nú ekki gert mikið í þessu. Seinni hálfleikur að byrja. Og fáið 4 í seinni hálfleik. Ertu ekki sammála því, Ingi Þór? Jú, ég lofa 4 seinni hálfleik. Já, þannig ekki fara neitt. Ekki standa upp úr sófanum. Já, slökkur á tónlistinni. Nú verður alvaran að byrja aftur. Áfram Kári! Já, eins og þið heyrið, þá er stemming í höllinni. Já, einn að öskra. Andri Júla hann sett á því. Hann þarf að fara að drífa sér drengurinn. Já, við erum að fá þetta í gang. Vertu klár á klukkunni. Ekki að okkur mér. Þá er seinni hálfleikur hafinn og Kárumenn byrjum með boltann. Svo svona vil maður minna á það að það er leikur í höllinni. Stelpurnar okkar að byrja í fyrsta leik í Lengjudeildinni. Mánudaginn á móti Grindavík. 19:15. Gríðarlega spennandi projekt í gangi hjá Skarpa. Já. Fylla höllina, það er bara svoleiðis. Það byrjar ekki seinna nokkur alveg svo fyrir. Bara Kárumenn með boltann og bíða eftir tækifæri. Jú. Þetta er vel spilað. Frábær bolti á Mána. Aðeins og langur. Hrannar búinn að vera flottur í markinu. Já. Ekki búið að þurfa að gera mikið en það sem hann þurft að gera hann vel. Já. Benni vinna hennan. 11 á boltan eins og var. Ingas fyrir 11. Já, við viljum meiri kraft í hennar seinni hálfleik. Þetta gerir Danmörk í það. Já, eins og sér Ingi þá eru, ekki Hilmar Halldórsson og Þór Lórentsson að byrja að hita upp. Það eru strax farnir. Já, getu... Þvílíku skiptirnar á bekknum. Já, getum séð skiptingu strax bara eftir 10 mínútur kannski. Já. Það er ekki leiðilegt að geta skipt svona mönnum inn á. Alls ekki. Aðeins að frísku upp á hann legg. Börgu brýtir á sér. Ég held að þetta verður rétt. Já. Börgu með pressinu hérna. Hættulegt. Hörðu, Axel með boltan að enginn í markinu. Sittur hann yfir hann? Þetta er fyrsta markið! Axel með fyrsta markið á tímabilinu. Þvílíka markið. Frábærlega vel gert hjá Axeli. Kemst fyrir sendingunni á Hrannari og leggur hún svo bara svolítið yfir hann. Já. Þetta er gott að byrja seinni hálfleikinn svona. Já. Nú þurfa 11 menn að færa sig fram á völlinn og þá opnast plásinn. Já. Frábærlega gert hjá Axel. 1-0 Kári.
Mistök hjá Benna en 11 mér byrja bara. Já, brot. það er gott að fá Axelblad líka. Já, sammála því. 11 menn taka þetta stutt. Þessi bolti er... Þetta var aldrei hægt að. Máni kemur niður, stjórna uppspilinu. Hann er góður í því. Já. Getur hlaupið endalaust. Jú, hann dæmi brot. Hlaut að vera. Já, ég held að það var alltaf brot hann. Já. Það er lagi með Svein. Já, það er gott. Við erum að halda áfram að skipta honum yfir á milli kanta. Þar eru plássin. Já, Gísli setur hann dagarnar í gegnum Svein. Ég held að Svein náðu þessu bara alveg. Herðu, þetta er víti. Þetta getur víti fyrir Kárumenn. Bitti. Hann dæmir ekkert. Hann dæmir ekkert. Andri allt annan sáttur. Já, skiljanlega held ég að þetta sýndist hann komast fram fyrir hann. Já, stoppa leikinn. Hann er að fara... Guldspjald Andri. Eða hvað? Hann spjaldi ekkert á bekknum. Jú, mér sýnist það. Sveitsáverinn nefnilega öskufljótur. Já, þetta var frábær bolti á Gísla. Þetta eru boltarnir sem við þurfum að leita af. Arda gerir vel. Hann er ekkert brot. Þetta er brot. Allir eins og brotið. Ætlaði menn eru ekki sáttir. Þetta er frábær bolti á Sveinsson. Börkur komin í gegn. Já. Frábíka sending á Svein. Já, geðveik sending á Sveinsson. Virkilega vel klárið á Börk Bernhard. Segir maður ekki eitthvað annað? Segir maður ekki Berkið eða eitthvað svona? Það er opnast flóðgöttur hérna í Akranesöllinni. Já, þetta var frábær sending frá Sveinsson. Og gott hlaup og vel klára. Virkilega vel klárað. 2-0 Kárumenn, 52 mínútur búnar. Ég lofaði skemmtuninni seinni, ég er bara stend við það. Já. Þetta var svona Bruno Fernandes sending eitthvað. Já, þetta var það. Báir sem sjá svona sendingar. Já. Og ég held að Kárumenn sé ekkert hættir sko. Nei, Börkur komin aftur. Ég vil bara bæta í. Börkur komin 1-1 stöðu. Fínasta vörð hjá Óðinni. Börkur gerir vel. Máni með mann í bakinu, vissi ekki á honum. Benni vinnur setjuboltan og setur hann strax út á Sveinsson. Þessi seinni hálfleikur byrja mjög vel hjá Kárumönnum. Já, það er rángstæða. Máni kemur úr rángstöðinu hana.
Káramenn fljótur að vinna boltan aftur. Þetta þessi tenagbolti sem þeir eru að spila. Já, það gríðarlega skemmtilegt að horfa á þetta. Gísli með boltan gegn Axel. Þetta er... Aðeins svo langur. Þetta er erfiði boltar, svona beint upp. Það er betra að fá þetta diagonal. Já, þetta er erfiði boltar nefnilega. Er ekki Arsenal svolítið mikið í þessum boltum? Arteta og félagar? Jú, maður skilur aldrei hvað þeir eru að gera þarna. Já, fyrst skipting hjá Elliða. Nikulás Ingi Björnsson er að fara út á sýnist mér. Já. Við erum að sjá númeri á hinnum. Snúðið við vinnur. Allana, 54 mínútur búnar og 11 menn gera sínu fyrstu breytingu. Já, það þarf að hrista þessi físu. Já, ég heldur að vilja fá sóknarleikin aðeins í gang. Já, er þetta ekki hann hérna? Þetta er... Nei, það er enginn á... Hittir nú við. Þetta er leikmaður utan skýrslu. Nei, þetta er líklega einhver villan í skýrslunni en... Þetta er... Hann er allavega mætturinn á. Já, það er það sem skiptir máli. Skemmtilega getur Gísla. 11 menn kom í hörku pressu. Já. Góð bolti á Óskari. 11 menn hins vegar vinna boltan. Já, þetta... Þannig virkaði pressan hjá þeim. En svo einhvern veginn eru Káramenn bara... Komin með hann. Já. Já, Hektor er kominn. Hektor sleppir gegn. Nei. Óheppinn hann Hektor. Ég vil sjá hann keyra bara. Já, það var pláss þarna. Gísli vinna hennar bolta, gerir vel. Börkur klári seinni og setur hann Axel nær þessu. Sjá hraðan á. Já, hann er ótrúlega hraðar en Axel. Það er bara á hann. Setur boltan inn í Mikael. Þetta er hotnið. Nei, markspyrna. Káramenn alltaf hann sáttur eins og var. Já, þetta var hotn. Sástu það? Já, sá þetta hérna. Já. Er spyrna frá marki Elliða manna. Máni vinnur seinniboltan hana. 1-1 Axel. Þetta er góð vörð. Þetta er fínasta vörð hjá Aron Örn. Gísli gerir vel. Kemst inn í sendingun hana. Óskar með góða vörð hana. Logi setur hann. Hann þekkir það ekki, Logi. Já. Hann fer ekkert að setja hann upp. Gillu með góða sendingu hana. Máni með boltan, setur hann yfir. Fínasta spili hann í Elliðamönnum. Það er góð vörð til Gísla. Það er góð vörð. Þá róar þetta aðeins niður Káramenn. Plássið sem Axel er með henni hinum minn er gríðarlega mikið. Góð vörð til Gísla og Elliða á þennan bolta.
Gísli búinn að vera öflugur hérna í byrjunarsetni. Danil með boltan. Gylfi með boltan inni og Gísli rétt nær þessu. Það er aðeins að lifna við 11 mönnum hérna. Já. Þetta er vel spilað. Benni missar aðeins og langt frá sér hana. Nú geta þeir komið á breykinu. Og Guðmundur með boltan. Þetta eru svona skemmtilegi taktar. Þetta minnir mann á Hilmar Elís inn á æfingunum. Já, svona Ronaldo choppið og svona. Já. Hann á það til hann Hilmar að taka ykkur svona fintur. Já, gríðarlega skemmtilegt. Arnar með góðan bolt á Börk. Fínustu hugmyndan hefur Benna en ratar ekki á Káramann. Þetta er alltaf þetta fyrir engast, læsum hana. Benni vinnur hennar bolta. Setur hann yfir á Sveinsára sem með nóga plássi. Vel spilið á honum Mikaeli. Herðu. Það er virkilega vel spilað. Eitthvað klafs þarna. Og geta 11 menn sótt hratt. Máni gerir vel og kemst fyrir sendinguna. Það er Börkur. Já, það er ástæðan. Maður sá þetta svo. Gæti verið að næra sér í guldspjald. Já, guldspjald á Börk. Fyrir að sparka boltanum hana eftir að dómarinn flautaði. Börkur að taka góð hlaup hana inn fyrir vörnina. Þetta er hættuleg hlaup. Sveinsávar stekkur gríðilega hátt. Sveinsávar er búinn að spila vel í hægri bakgrunum líkt og Jón Gísli með meistaraflokk. Já. Búinn að gera það. Báðir kraftmiklir leikmenn. Já, mjög svo. Með góða krossa og... Þarna er fínusti sjans hjá 11 mennum. Daniel með kross. Þá er 11 menn hornspyrnu. Daniel með spyrnuna. Hann kemur og nær aftur. Markspyrnu fyrir Kára. Það eru búin 2 slopp í hornspyrnur í röð hjá 11. Þeir þurfa að nýta sér þetta. Já. Betur. Benni með góðan bolti yfir á Sveinsávar sem með nóga plássi framfyrir sig, setur hann Mána aðeins og löng sending, en býttu hann endar á Hektori. En markspyrna. Fín sók sem rennur út í sandinn. Það er tvöföld skipting í vendum hjá Káramönnum. Hilmar Halldórsson og Þór Lorenz að mæta inn á. Það eru 2 skittur. Heldur betur. Gott að hafa svona menn á bekknum til að sprengja bleikinn. Þetta sýnir bara þessi breidd í þessu Káralið. Já, já, algjörlega. Það þurfti að setja svona leikmenn inn á. Já. Þá lítur þetta vel út. Já. Já. Aukaspyrnu fyrir Káramenn. Hverjir ætla að sé að koma út af hérna? Gísli. Þór kominn í vinstri bakvörðinn.
Ég held að Gísli fara ekki út af, ég held að hann taki á frekar Axel út af. Já. Búinn að vera, þetta góður bolti. Góður bolti. Hector nálægt í að koma framfyrir hann þarna. Vel spilað við 11 mönnum. Kári eitt langur fram. Daniel gerir vel en... Kári bara að vinna alla seinniboltana. Það getur verið að skila. Þetta er frábært að spila. Vel spila hjá góðu bolti Mikaeli. Hann er ekki rangur. Herru, það er enginn í markinu. Mikael vildi fá hann að skjóta. Já, vildi fá hann. En það er ennþá tækifæri. Herru. Sveinn ekki með alveg nóg góðan bolta. Og þessu rennur út sjandinn. Þá gera Kárumenn tvöfalda breytingu á sínu liði. Axel eins og ég sagði. Axel kemur út eftir virkilega góðan leik. Skoraði fyrsta mark Kárumanna. Hector búinn að vera segur upp á topp líka. Já. Haldið í boltan. Sammála því. Þá kemur Hilmar væntanlega bara fram. Já, Hilmar kemur á toppinn og Þór á vinstri kantinn. Ætli það ekki? Jú. Það var flottur leikur hjá Axel og Hectori. Þeir eru búin að skila sínu. Já, já. Axel með mark. Þetta er ný klippingu Hilmar Halldórs. Ég sé það ekki nú vel. Já, sýnist það. Lúkkar vel allavega. Já, hann gerir það. Þór strax komin inn í þetta. Já, gerir vel. Mættir beint í andlitið á honum. Arnar Már vinnur hennar bolta. Hilmar setur boltan og róleikinn niður. Það gerir Kárumenn vel. Óskar sér það innan bolta út. Bara með vinstri eins og... Mikael er góður að finna sér sér pláss þarna. Mikael er með hrikaleg gæði. Það er bara að segjast. Þór gerir vel, kominn! Hann er ennþá með hann. Helvít, hann kom sér að... Já. Frekar langt á þann Þór en... Hann byrjar kröftulega. Já. Enn og aftur Benni að vinna fyrsta boltan. Já, Benni er hörku öflugur í loftinu nefnilega. Já, skiptingi á 11 mönnum. Já, hann Daniel Steinar kemur út af og í hans stað kemur... Ég sé það ekki alveg. Daniel Steinar búinn að vera allt í lagi sem leik eftir... Já, það leit illa út á hann. Já, það gerir það. En hann hélt áfram. Leikum hann á 13, Guðmundur Árni kemur í hans stað. Gummi. Gummi. Á alltaf 11 menn að sækja. Og þeir fá hotspinnu. Þetta eru þeirra tækifæri. Já. Kemur spyrnan. Fínasti bolti. Hörru, hjólusminna. Vel var ég að lofa maður. Þetta var skemmtilegt. Þetta var skemmtileg tilraun. Vel var ég að lofa. Já. Hver átti hjóluna? Ég sá það ekki nú vel.
Boltinn inn í. Aftur góðu bolti. Þeir vinna boltan en Kári að verjast fyrsta leikadrunum vel. já. Kármenn ekki hræddir að spila flottasta manni. Þessi fyrir blóft. Já, fór hann ekki af 11 manni? Jú, mér syndist það sko en mér syndist að Benni hafi Nei, Óskar sparkar tilbaka. Aftur upp. Nei. Tæft þarna. Hann er gríðarlega sterkur í loftinu á Benni. Það var bara ekki skallaði Nei, hann gerir það ekki. Þetta er vel spilað. Góð pressi á Bergi. Já. Fljótt Ingvars Sveinsson sem að endar til Káramanna. Máni skiptir hann yfir á Þór. Þór touchið, kemur inn á völlinn. Mikael með skotið. Laust skot frá Mikaeli. En Káramenn halda henni í boltan. Einhver... Óskar missar hann út af. Óefni. Þetta gerist. Ætliðu hennar bolta. Fínasti bolti hérna á Rangstæða. Pétur í rangstöðunni þegar boltanum er spint. Máni vinnur boltan. Þór með frábæran bolt á Mikael sem að setja henni fyrst á rétt framjá. Var þetta? Þvílíka sendingin Þór. Frábær sending af Þór. Hárnægkvam. Og Káramenn hársbrett frá því að skora. Það var vel var hjá Hrannar í markinu. Káramenn taka þetta stutt. Mikael með pláss. Setur hann Þór sem er alvöru löpp. Gott skotið Þór! Hrannar varði þetta beint inn í teginn. Þór með skotlegu, það er bara hann. Já. Gísli brýtir hana. Fínasta skotið hann hjá Þór. Sem Hrannar ver. Miskilíkan hann á 11 minnum. Og sækja Káramenn hratt. Máni með boltan setur hann út á Svein Sávar. Þetta var... Ég held að hann hafi verið að reyna að finna... Hefur? Já, ætla hann ekki verið að reyna Hilmar, já. En það var eitthvað... einhver miskilningur þarna á milli manna. Já. Svein Sávar vinnur þennan bolta.
KR-menn komnir aftur með boltan á ný. Börkur með nógu plássi. Svona verðist vera eins og KR-menn séu bara siglu sig heim. Já, sáttum við stöðuna eins og hún er. Þá kemur Mikael með slagaran bolta. Full hátt með sólan hann. Já, það er hægt að færa rauk fyrir því að þetta verður brot. KR-menn hægt ekki að pressa sig. Nei. Eru það núna? Já. Eftir þetta undirbúst tímabil hjá Aron Ýmir hefur maður ekki áhyggjur Búinn að vera láta að hlaupa. Já, hefur maður ekki áhyggjur á þolinu. Fínasti bolti Óskari. Hilmar er með hann. Nei, hann dæmir ekki brot. Vel gert þetta dómaranum hana, beita hagnaðarreglunni. Já, sá að Hilmar var að sleppa í gegn. Þór með... Spáðu þú þessi ekki 3-0 hérna fyrir leiku? Jú, ég spáði þessi 3-0 eða vantar hann þá eitt mark í það. Geti verið líklegt, sko. Já. Ég held þetta Hilmar eftir að sitja í lokin. Ég finn á mér. KR-menn í pressin og þessi fer upp í loftið. Góð pressa. Virkilega vel spilað hjá KR, bara eitt snertingar fótbolti. Þetta er glæsilegt að sjá. Svo nálægt í að... KR-menn eru mjög öflugir að... Elli á þetta engast. Öflugir að spila á litlu svæði. Já. Nei. Þetta verður á engu. Það eru ekki mikið ógn á elliða menn. Nei. KR-menn að bíða eftir tækifæri til að komast inn fyrir. Þeir eru þolinmóðir bara. Þannig að koma Elli. Þetta var Gylfi Gesson komið vel fyrir þessari sendingu. Þarna er ykkur hiti. Þarna er eitthvað í gangi. Ég sá nú ekki alveg hvað gerist þarna en... Sástu hvað gerist? Nei, það var ykkur... Það var Óskar og... Guðmundur. Já. Það voru bara hlaup í áttan á boltanum eins og það rættu einhverstiðin. Þetta var nú ekki svona mikið held ég. Hvað gerir dómarinn í þessu? Hann er að ræða við aðstoðardómarinn hana. Hann sá þetta líklega betur. Já, ég held þetta sé bara áfram með leikinn. Já, gult spjald á Óskar. Hlýtur að vera báða þá. Já, að gult spjald á báða leikmenn. Ætli það sé ekki bara skynsamlegast. Þetta er galið heyrist á bekknum. Nei,
Nei, þetta er bara klapsa milli tveggja manna. Gult spjald er... Já, svona þægilegasta niðurstaðan. Já. Þessi fyrir loftið. Já, Kári á hennan bolta. Þá hefja Káramenn sókn upp á nýtt. Góð bolti Óskar þarna. Vel spilað hjá Káramönnum. Benni kominn í hlaupið. Og hann næri þessu. Frábær bolti á Benna sem setur á Svein. Yfir Þór. Þór. Nei. Hann skorar! Þór Lónis með 3. mark Káramanna. Frábært spil. Já, frábært spil hjá Káramönnum. Þór búinn að koma virkilega flottur inn í þennan leik. Sammála því. Frábært hlaupið á Benna og sending. Þetta var vel gert. Aldrei hættu þarna. Og alltaf að fara að klára þetta. Já. 3-0 fyrir Káramönnum. Þú sagði þið 3-0. Ég sagði 3-0, þannig ekki bara halda því þannig. Þannig að við viljum fleiri mörk. Jú. Skipting. Já. Tvöföld skipting á báðum liðum. Já. Þetta er Tómas Týr og... er ekki Bjössi hann? Jú, þetta er Björn Dari og Tómas Týr. 11 menn gerir líka tvöfölda skiptingu. Þetta kemur leikmann nr. 23, Þraustur Sæmundsson. Og leikmann nr. 6, Óðinn Arnarsson. Og þetta komur leikmann hjá Kára eru Börkur Bernharð og Arnar Már Kárásson. Já, og Arnar Már Kárásson. Hver er að koma inn á hana hjá... 11 mennum. Já, þú veist það sé það ekki alveg nú vel. Þetta var eina jobbið þetta að fylgjast með þessu, sko. Já. Við held að þetta sé Bjarki Freyr Sigurðsson og Henrik Hermannsson. Bjarki er allavega mættur hann á miðjuna. Greifa. Bjössi kemur læt inn í leikinn. Já, hann er alltaf hannig. Harka í honum. Já, Bjössi er algjört hörkutól eins og Gabi Þór. Grjótari sá. Gabriel Þór. Leikmaður Víkings Ó. Spilaði með Kára inn í fyrra. Já. Hann er að fara að gera stóra hluti þarna með Gary Martin. Herru, hérna er... hættulegur leikur sem að Benni er að spila. Tómas með boltan. Frábær sending á... frábærlega gert til Tómas. Máni með góð. Mikael vil fá hana. Frábær bolti og... nei. Mikael. Nei, þetta var Bjössi sem var komin hana. Mikael var í honum. Já, þetta var vel gert hjá Tómasi og Mána og endaði... vel spila. Já. Káramenn eru... Þetta voru mjög solid framistæði á Kára. Einhvern veginn aldrei hætti þessu leikur. strax búin að vinna boltan. Óskar komur að farin á ferðina. Hilmar gerir vel.
Bjössi með boltan, Hilmar. Hilmar að sleppa. Herðu. Nei, ekkert á þetta. Áfram með leikinn. Hilmar voru bara standi í lappina þarna. Já. Óskar setur hann niður og loga. Setur hann með Þór. Aukaspyrna á Mána þarna. Það var soft. Þá 11 menn aukaspyrnu. Já, við þurfum að halda laginu hreinu hérna. Við erum að gera það í fyrsta leik. Það verður Já, það lætur sjálfsagt á liðinu. Já, sjálfsagt í vörnina. Aron með spyrnuna. Þessi spyrna á nær. Fær aftur boltan. Fær aðra, nei. Drífur ekki verið fyrsta mann. Já, sækjum við hratt, sérðu? Þór með boltan, hann sér. Við erum 6 á 1. Þór ekki með alveg nógu góðan bolta þarna. Og þá Pétur komin í góða stöðu. Pétur með skotið og fínasta tilraun þarna hjá 11 mönnum. Sem enda með markspyrnu. Já, það gerist eitthvað fram á því hjá 11, þá það oftast í gegnum Pétur. Já, það rétt. En þá skipting hjá Káramönnum. Benni Mihits að fara út af og Arnór Valur kom inn á. Benjamin Mihits búinn að vera stórglæsir í þessu leik. Já, frábær. Ég held að hann sé bara svona tapa ekki mörgum skatabóltum í dag. Það bara engum held ég. Og Arnór Valur kemur inn á í hans stað. 27. Gríðilegt efni. Ætlaði menn í sókn. Það er skemmtilega gert. Góð vörðtök Gísla. Tómas Týr kemst inn í þetta en þeir vinna boltan aftur 11 menn. Þeir eru á hendi þarna. Þór gerir vel og kemst inn fyrir þessa sendingu og hreinsar í hótt. Já, Ingi, ég ætla nú að leyfa þér að hugsa smá en sagði mér svo hverju maður leiksins þegar þú ert búinn að... Já, ég tekið þetta á 90. Já, ég gef þér tíma til að hugsa. Aldrei hvað getur gerst hérna. Ég gef þér tíma til að hugsa. Takk. Góður bolti. En Guðmundur með skallan yfir. Káramönnum spila út frá markmanni. Logi með boltan upp. Þessi aðeins svo langur. Já, fyrir upp í loftið. Óskar finnur Mikael í lappir sem getur snúið og... Plássið á Þórinn hérna minn. Rángstað. Bjössi kemur á rángstöðinni. Eitthvað kall í stúkunni hérna, hér ekki alveg hvað hann sagði. Já, það er einn hérna verið neðan okkur sem er mikið að kalla. Matti að staði síns mér. Þetta, hann Björn Já, einmitt. Bjössi kom úr rángstöðinni hana. Við erum að skipta hana alveg yfir á... Já, ég vil sjá hana Þór hana. Guðmundur með skallan. Hann er farinn í gegn aftur. Þetta er vel spilað á elliða. Fínastu kross en Logi Hansamar hætta. Og þá sækja hratt Káramenn. Bjössi með boltan. Fínasta vörðana hjá elliða. Þór. Já, dæmibrót á þetta. Já. Bjössi er steinhissa yfir þessu. Já.
bara sá þetta ekki nógu vel. Nei, hann hefði þurft að koma hans aðra hann út af Þór, hann var með flugbraut. Já. Já. Tekur Aron aukaspyrnuna fyrir Elliða. Þetta er spyrnu sérfræðingur, Aron Örn Þórðarsson. Hér kemur það. Þessi Andri og Loga. Kárumenn vilja sækja hratt. Einhver kallandi frá Bjössa og Mikaeli. Hann kastar þessu út í Svein. Það er róið það niður. Skemmtilega gert í Óskari. Já, Óskar er búinn að vera stórglæsir í þessum leik. Já, þá kemur. Ég hugsa, ég er svona vel á milli, þetta er hann og Benni voru gríðarlega öflugir í hafsendanum. Gáði enginn hver á sér. Ég bara samla því en ég verð að fá eitt svar. Já, ég ætla að gefa Óskar þetta í dag. Fyrirliðinn, hann var búinn að standa sér frábærlega. Já, ég samla því, hann er búinn að eiga flotta sendingar á milli línuna og finna Hector og leikmenn Mikaeli lappir. Og það er svona að má segja það að sóknin hafi verið að byggjast svolítið á því að finna. Já, hann er búinn að vera að byrja allar sóknir. Já, hann er búinn að þræða boltann í gegn. En þetta kemur slæm sending á Hrannari, Þóri með pláss. Kemur yfir á vinstri. Frábærlega gert hjá Þór. Hann klárar þetta gríðarlega vel. Þór Lorenz með tvennu. Gæti þurft að breyta svarinu. Já, þetta var virkilega vel klárið á Þór Lorenz. Þarna sjást gæðin hans. Já, hann er alveg rétt. og var að spila í lengjudöldinni fyrra. Já, þetta var bara glæsileg tækni þarna. Fer fram í einum og þræðir hann í hornið. Þar fór þín spá. Já, já, því miður. Æ, samt ekki því miður. Nei, við viljum Markatalinn upp. Já. Byrja þetta mót vel. Skiptingarnar að gera skiptingar andra hana að gera vel. 5 mínútur bætt við, segir hann. 5 mínútur. Er það ekki fullt mikið? Nei, við viljum fleiri mörk í þetta. Þetta enda 5-0. Dóri hörku pressu hana. Hann er á þrenninu núna. Já, brot. Gísli hrindir aðeins í baki á honum hana. Það var nú aðeins aftar, eða ekki? Jú, hann svindlaði nokkru metrum hana en maður hefur alveg gert það sjálfur. Pétur. Óöfinn hann að rennur. Já. Og ég með skiptingur á Þór sem að næra skall þetta á Mána. En allir menn komist. Þór gerir vel. Hann er búinn að koma frábærlega inn í þetta. Bjössi, láttu þetta! Flottur Bjössi! Heyrðu þau kall á stúkunni. Kárumenn þetta engast. Virkilega vel gert í Þór. Búinn að koma glæsilega inn drengurinn. Já. Við hittum hann á klóstinni í hálfleik og hann sagðist alltaf að vera með alvöru sýningu hérna. Já, hann er búinn að standa þetta. Góður bolti á Óskari sem setur hann Bjössi sem er ekki rangstæður. Bjössi með krossinn. Góð pressa hérna. Dæmibrot. Bakreiting. Já. Albert Hafsteins mætti bara í síman. Hann segir þetta gott. Það er fámennt en góðmennt í stúkunni. Já, það er þá. Fyrir utan Albert. Já. Það sendur út af. Ætlaði að setja hann á Þór en missefnu sending hana. Já. Það gerist. Já, hann er alltaf að reyna að spila út, ekki negla sig bara upp. Það er virðing á það. Já.
Þá er 11 menn komin í fína stöðu. Hörðu. Þeir vilja fá víti en fá ekki víti. Þá geta Káramenn sótt hratt. Hilmar kemur honum á Bjössa. Bjössi komin hérna í góða stöðu. 3-3. Virkilega vel gert. Hann dæmir samt rangstuð. Hvað er það hjóli dómaran? Það er eitthvað hitt í gangi. Nei, ég ætla að segja hann að... Þetta var allavega mjög töft þessi rangstæðidómur. Já, ég sammála því. Þetta var... Hann ætlaði að brjóta hann á Bjössa. Verðskulda guldspjald. Já. Allt þetta var ekki það seinasta sem við sjáum í þessum leik. Já, það var allavega ekki mikið. Hittu nú við, einhverju krampi. Gísli Fannar að fá hérna krampa. Hann sendur upp. Hvað er verið að, hann er að dæma hvað? Ja, hann dæmir aukaspinnu sem sagt. Nei, hann dæmir ekki neitt, bara rangstæð. Þetta var áhugavert. Káramennum voru allir komnir inn í. Þetta var rosalega áhugavert og þá er sprett niður. Sjáu þið sprettin á Káramennum tilbaka hrænt. Já, og þessi er endar yfir. Þetta var mjög áhugavert. Já, Káramennum voru búin að stilla sér upp í aukaspinnu. Hann flautar hann af. Þægilegu sigur Káramanna, staðrend, 4-0. Gott að byrja á móti svona. Á 4-0 sigri heima á móti. Mörk frá... 2 mörk frá Þór. Axel með mark, Börkur með mark. Þetta er bara... Clean sheet. Já, þetta er bara það sem vorum að... Þetta er draumabyrjun. Það býtur ykkur hittingur hann. Leikurinn bara búinn, strákar. Já, þetta var aldrei... 4-0, það getur ekki verið mikill hitt eftir það. Nei, eftir svona leikið menn bara segja takk fyrir leikinn og lappinn í klefa, sko. Sammála því. Þetta var flóta leikur í Káramönnum sem voru heilt yfir mun betra liði í dag. Já, miklu mönnum á boltan og... Þetta lítur vel út allavega fyrir sumarið. Já, ég er sammála því. En hérna, við viljum bara minna fólk á IA Grindavík, mánudaginn 19:15. Fyrsti leikur. Í höllinni. Lengjubikar. Nei, Lengjudeild. Lengjudeildinni. Lengjudeild kvenna. Svo er líka leikur hjá strákunum á sunnudaginn. Garðabænum. Samsökuvellinum. Fjölmenn á völlin, kl. 5. Mætum. Og svo næsti heimleikur Skagamanna er... Laugardaginn næsta. Fyrsti leikur út á grasi. Móti vestra. En annars segjum við bara takk fyrir og takk. Gott kvöld.